Jæja. Ég náttúrulega, eins og þið vitið, alls ekki eins og mamma. Ég nú meiri slakari. Ég slaka meira á. Ykkur að segja, það langar mig bara að vera kenndur við sjálf á mig. Ég stæla þægilegast. Ég nenni ekki þegar fólk komið til mig. Þú ert eins og hann, þú ert eins og hann eða hún. Ég nenni því ekki. Ég vil bara vera ég sjálfur. En þetta var magnað þegar við vorum að syngja síðasta lagi. Hann hreinsaði okkur, hvernig var orðið aftur? Í cleanse us, já. Það mjög biblíulegt við það. Hebreabréfið 10 segir hann hefur hreinsað okkur í eitt skipti fyrir öll. Þannig að þetta var mjög biblíulegt. Herðu, mér langar að hoppa í dag í smá hugleiðingu sem tengist svona, við myndum segja, frelsinu í Kristi Jesú. Við segjum eins og oft þessa setningu og ég hef margoft sagt þetta, við segjum þetta oft, ég er frelsaður, en þú verður einhvern veginn á skilgrina frá hverju ertu frelsaður. Ef þú ert frelsaður, þá hlýtur að frelsaður frá einhverju. Sumir segja frá, þú veist, kannski einhver svona yfir, svona náttúrulega dæmi, eitthvað svona áfengi eða neyslu, eitthvað svona dæmi, sem er bara allt í góðu. Það er bara leið til að segja að þú sért frelsað frá synd, sem er gott. Við viljum öll vera frelsað frá syndinni, ég er ekki að segja það. En mér langar að segja svona nokkuð versu um þetta blessaða lögmál okkar, sem við eigum sem er lögmál Móse. Hoppum í Rómverjabréfið 8, 1-2. Þetta er náttúrulega vers sem við þekkjum alveg öll. Nú er engin fyrirdæming búin þeim sem í Kristi Jesú. Af hverju er engin fyrirdæming? Því að lögmál þess anda sem lífið gefur í Kristi Jesú hefur frelsað mig frá lögmál syndar og dauða. Það er svo margar setningar sem Páll segir gamla sáttmálann og það er ekki séns að maður myndi þora að segja þetta að fyrrabragði. Hann segir setningu eins og í síðara Korinthubréfi 3. kafla, þá kallar hann gamla sáttmálann þjónustu dauðans. Sæll og blessaður. Ég hefði ekki þorað að segja þessa setningu En Páll var óhræddur. Hann sagði hlutina nákvæmlega eins og það var. Og hann talaði tandurhreina koin-grísku við þá. Forngrísku, réttar sagt. En byrjum bara hérna. Það er engin fyrirdæming. Af því að þegar það er orðið þetta fyrirdæming merkir að það er engin yfir dómur, þarf að segja. Þegar þú kannski brýtur af þér, að þá er ekki einhver dómur sem er í vændum. Þú ert ekki að fara, segjum bara að þú dettir í það óvart. Já, óvart, dettur í það. Og þú heldur að þú fær bara einhverja refsingu fyrir það. En það er engin refsing, þú ert ekki að fara að missa hjálpræði í Kristi eða þú ert að fara frá augliti Guðs einn daginn þegar þú ert að fara inn í eilíðina. Það bara virkar ekki þannig. Þess vegna að er engin fyrirdæming að þú getur alltaf komið á krossinum og fengið fyrirgefningu syndanna þína. Og svo segir hann líka að ef við frelsa okkur frá lögmáli syndar og dauða, að lögmáli, það náttúrulega, ef við byrjum bara lögmáli Móse, sem við þekkjum sem boðinu 10 og 613 önnur boðorð, að það bindur okkur, það er búin að aðþrengja hér innan fyrir hjá okkur, þannig að þegar við vorum að falla í því, þá vorum að falla í synd og réttara sagt, þá vorum að falla alltaf frá Guði með tímanum. Ísraelsmenn, þið sjáu það, Guð er algjörlega að fá nóga Ísraelsþjóðinni í lögmál í Gamla testamentinu. Hann sagði bara við þau, ég nenni ekki að fara með ykkur inn í Kanasland. Ég nenni ekki. Ég kom að gera svona nóga að ykkur. En það var bara, Móses sagði við Guð, ég fer ekki inn ef þú kemur ekki með okkur. En lögmáli, það fyrirdæmir, það bendir alltaf á og ef þú ætlar að lifa eftir lögmálinu, að þá verður þú dæmdur eftir lögmálinu. Og það eru enga líkur að þú náir að réttlæta þig fyrir Guði með lögmálinu. Af því þú þarft að ná að uppfylla öll boðorðin. Það er ekki bara, ég uppfylli 10 boðorð eða ég uppfylli 20 boðorð. Nei, þú þarft að uppfylla öll boðorðin til þess að komast til Guðs inn í eilíðina. Þannig að það er engin möguleiki. Og enda var lögmáli líka þannig gert að það var til þess að benda okkur á vanmegnuna í manninum. Að það var til að benda okkur að við þyrftum frelsara á að halda. En þó lögmálið, það sem bendur okkur á komi Jesú. Rómverjabréfið 3:22 segir nú hefur lögmálið og spámennir, nú hefur réttlæti Guðs búin að opinbera sem lögmálið og spámennir vitna Þannig að lögmálið bendir á komi Jesú. Eins og þú lest í öllum fórnunum, alla fórnina í Gamla testamentinu er að benda á einu fórn í Jesú Kristi.
Þannig að lögmálið náttúrulega ekki gagnslaust að því leytinu til, það bendir alveg á, en ef þú ferð eftir bókstafnum, það deyðir, en ef þú ferð eftir andanum, það lifir. Sko, mér líður alltaf eins og pabbi sé alltaf að rugla ykkur í tímanum. Ég hef komið fram með tíma minn. Má ég fara í eitt vers í viðbót eða? Ég vil fara í Galaterbréfið 5:18. En þið sem leiðist andanum eru þið ekki undir lögmáli. Náttúrulega Rómverjabréfið og Galaterbréfið eru mjög svipuð bréf. Náttúrulega tala mikið lögmáli, tala Abraham og tala líka guðfræðilega nálgun, hvernig þú getur lifað í fagnaðarerindinu. En ég segir hann að ef við erum bara í andanum, leyfum andanum að flæða frá okkur, innan frá og út, þá erum við ekki að fara eftir bókstafnum utan frá og inn. Þannig virkar þetta og ég mæli með því. Og lögmálið, ef við bara tökum það eitt og sér í viðbót aftur, að boðorðin voru ekki ætli heldur okkur heiðingunum. Þetta var fyrst og fremst ætlað gyðingunum í Gamla testamentinu upp á þjóðin myndi ná að fungera, þannig að það var ekki einhverjir bara villimenn í þjóðinni, þannig að þetta voru líka boðorð til þess að gera þjóðina einn og sér svona til þess að láta fungera í hlutunum. Þannig að það líka gerir lögmálið, en lögmálið aftur bendir líka á komu Jesú. Þannig að þú getur hort á lögmálið á tveimur háttum. Ég ætla að fara eftir þessu eða ég ætla að reyna að koma auga á Jesú. Því hann allstaðar í þessari bók.